Komið þið sæl. Ef við tínum tungunni, þá erum við búin að tína okkur sjálfum. Þetta sagði frú Vigdís Finnbogadóttir í sumar þegar að máltækniskýrslan sem Steinþór talaði kom út. Og það að við tínum tungunni, þar er hættan ef við náum ekki að fylgja hraðanum í máltækni þróuninni. Að þróa máltækni fyrir íslensku þannig að hún verði gjaldgeng í tækni samfélaginu. Þetta eru held ég allir sammála og hefur verið drifkraftur í því að koma af stað þessari máltækni áætlun. En mér langar samt að benda á annað. Ég held að verndun íslenskunar sé ekki endilega úrslitaatriði fyrir það hvort við hérna á Íslandi eigum að leggja í þróun máltækni. Fyrir því eru allavega tvær ástæður. Í fyrsta lagi þá er nú þegar til svo mikið af gögnum á íslensku og við getum ekki byrjað eitthvað nýtt tímatal og látið sem svo að allt sem hefur verið skrifað og sagt á íslensku hingað til skipta ekki máli. Við þurfum að geta unnið með það líka á tæknilegan hátt. Og í öðru lagi þá er ég eiginlega sannfærð að þrátt fyrir allt, þrátt fyrir öll áhrif að utan, að þá munum við alltaf tala okkar eigið tungumál hérna á þessari eyju. Það verður tungumál sem að nær utan okkar veruleika, utan okkar hugmyndir og það er held ég alveg sama hvort að það tungumál kallast síðan íslenska eða það verður einhvers konar íslenska. Held að við munum alltaf tala okkar tungumál. Æst að byrja að tala, ég gleymdi greiningunum. En það eru fleiri ástæður. Það er nú bannorðið fjórða iðnbyltingin féll nú allavega tvisvar hérna í Eldborg í morgun. En máltækni leikur þar mjög stórt hlutverk. Talgreining, málmyndun, gerviþjónar, textagreining, málmyndun og fleira. Þetta eru allt flokkast með heitustu sviðum í gervigreindatækni í dag. Þannig að þetta er einfaldlega svið í tækni og vísindum þar sem er gríðarlega mikið að gerast og engin ástæða til þess að við tökum þetta út fyrir sviga hérna á Íslandi þegar við erum að byggja upp okkar þekkingarsamfélag. Það sem er að gerast út í heimi í dag er að stærri fyrirtækin eru að kaupa upp lítil máltækni fyrirtæki og fjárfestingar í þessum geira hafa margfaldast á undanförnum árum og eiga bara eftir að aukast. En kannski það sem ég ætla að tala núna í dag, það er máltækni fyrir atvinnulífið. Því máltækni og gervigreind, það er ekki bara Siri og Alexa, því að eins og við séð dæmi bara hérna í morgun líka, það býður upp á ógreinni möguleika fyrir fyrirtæki og stofnanir að auka skilvirkni og bæta þjónustu og þar með samkeppnisstöðu sína. Ég get nefnt sem dæmi að á tímum big data eða gagnagnóttar þá er oft helsta vandamálið að hreinlega að ná í upplýsingarnar sem liggja í gögnunum. Það er oft sagt að gögn séu í rauninni olía nútímans en þau verða ekki verðmæt nema við getum unnið úr þeim. Og gögnin eru ekki bara í Excel-skjölum og gagnagrunnum, heldur liggja upplýsingar í textum endalaust, sem er mjög mikilvægt að reyna að ná til. Nú, ég ætla að halda bara beint áfram og sýna hérna lítið líkan af hugbúnaðareiningum í einhvers konar samskiptabúnaði sem byggir á máltækni. Hérna getum við bæði hugsað okkur að viðskiptavinur eigi í samskiptum við fyrirtæki, einhvers konar samtalskerfi, chatbot eða hvað sem við köllum það, þar sem að þarf að greina þar sem að sagt er og síðan er einhvers konar kjarnaeining sem ég kalla hérna snjalla málvinnslu eða úrvinnslu sem að greinir í rauninni hvað virkilega var verið að segja, innihaldið, hvað vill sá sem að var að bera upp fyrirspurnina og hvernig á að vinna úr henni. Er verið að leita svari með talgerðli, er bara verið að sækja gögn, þannig að í staðan fyrir að íta á hnappa og haka í box allan daginn þá fari þessi samskipti meira fram á mállegum grundvelli. Ég ætla að fara hérna aðeins
í þessum litla fyrirlestri yfir svona nokkrar aðferðir í málvinnslu og sérstaklega merkingagreiningu, svona aðeins að kíkja undir hútið. Ég ætla ekki að tala kannski tæknilegu aðferðirnar undirliggjandi, tauganetin og machine learning og allt það sem að liggur þessu öllu til grundvallar, heldur svona aðeins að sýna hvað er mögulegt og hvað það sem við þurfum líka að greina, hvað liggja svona vandamálin í málvinnslunni. Ef ég er með eitt svona orðastreng, tölva, þá er hann í rauninni bara runa af bókstöfum eða bitum, ef við út í það fyrir tölvuna. Getur fundið, ef ég nota þetta orð í leit, getur tölvan fundið milljónir af skjölum á sekúndubrotum sem innihalda þetta orð. En til þess að búa þess til samhengi í kringum þetta orð fyrir hugbúnaðinn, þannig að leitin verði markvissari, þá getum við beitt machine learning og ef ég er með nægilegt magn af textum, þá get ég búið til svona eins konar orðaský sem að sýni mér svona í hvaða samhengi þetta orð kemur fyrir, hvað í rauninni svona stærra samhengi, þannig að þetta verði eitthvað meira heldur en bara þessi stutti strengur. Þannig að þetta er orðaský sem að vélnámskerfi lærði úr íslenskum textum, en við getum tekið skýið aftur í burtu og litið aftur bara á þetta orð. Því að það getur líka átt heima í einhverju öðru orðaskýi. Þetta við komið orði í samhengi tölva sem námsgagn eða aðstoðarhlutur í skóla eða eitthvað slíkt. Þannig að það sem við erum átt okkur á er að merking, það svo ótrúlega margir núansar í merkingunni sem að ekki einu sinni við og við reyndum að flokka orð á þennan hátt. Okkur myndi aldrei detta í hug alla tengingar sem að svona vélnámskerfi finnur með því að læra af textum. Samhengi alveg gríðarlega mikilvægt og líka leið það sem kannski erfiðast í málvinnslunni. Og það liggur kannski fyrst og fremst í því að það svo erfitt að formalisera það sem að tengist merkingu og samhengi. Það svo erfitt að búa til eitthvað endanlegt sett af reglum sem að tölvan getur svo bara unnið eftir. Þannig að það dugar ekki bara einstakar orðabóka skilgreiningar því að leið og fyrir að nota orðin, þá kemur samhengið inn í myndina, aðstæðurnar sem við erum í á þeirri stundu, hvað við vitum viðkomandi efni, þekkingin bara á veröldinni í kringum okkur. Og þetta allt sem að spilar með þegar við erum að greina merkingu. Þannig að þess vegna svo mikilvægt að átta sig á því að það aðlaga kerfi að því notkunarsviði sem á að nota þau, það getur einfalda málin og bætt gæðin til muna því að ef að kerfi getur útilokað í byrjun einhverja ákveðnar merkingar til dæmis, að vinna alveg á einhverju ákveðnu sviði, að þá bætir það niðurstöðurnar. Þannig að þó við séum með eitthvað almennt kerfi til grundvallar, þá hægt að aðlaga þau að því umhverfi sem á að nýta lausnirnar. En höldum aðeins áfram að skoða hvernig hugbúnaður getur lært tengsl á milli orða. Dæmin sem koma hér á eftir eru öll tilbúin, við erum ekki alveg komin á þennan stað með íslensku tólin okkar, en þá voru nýlega fréttir af því að merkilegt myndband hefði verið gert af sverðþokunni. Og þessi texti hérna af Vísi, hann tekan svona sem dæmi ákveðið fagsvið. Þetta gæti verið fagteksti úr hvaða stofnun eða fyrirtæki sem er. Og við ætlum að læra staðreyndir sem að tilheyra þessu fagi úr textanum. Þegar hér komið sögu þá hefur nú þegar farið allskyns grunnmálvinnsla farið fram. Það búið að greina orð og orðflokka, setningagreina jafnvel og svo framvegis. En það sem við sjáum hér, það eru niðurstöður nafnaþekkjara, búin að merkja við nöfn í textanum, nafnaþekkjara merkja líka við dagsetningar, tölur, viðburði, allt svona sem að entities má sletta í textanum. Og við ætlum að læra, eins og segi, sverðþókuna. Úr þessum texta hægt að læra að sverðþókan heitir líka Messier 42. Hún stjörnumyndunarsvæði og stjörnuþoka, í vetrarbrautinni og Órion og að Órion
er stjörnumerki. Þannig að nú er búið að vinna úr þessum texta eins konar þekkingagrunn sem er hægt að vista þannig að sé hægt að vinna seinna með bara eins og hvern annan gagnagrunn. En nú finnum við fleiri texta sverðþokuna og bætum við upplýsingarnar. Það eru enn fleiri heiti á þessu fyrirbæri og að þau ekki getur að skilgreinst sem geimþoka. Þannig að svona er hægt að vinna sig í gegnum textasöfn, staðfesta eða jafnvel koma einhverjar andstæður upplýsingar, maður metur hvað aðferðirnar sem maður er að nota eru áreiðanlegar og svo framvegis, en í grunninn er síðan hægt að nýta þessar upplýsingar eins og hvern annan gagnagrunn. Sem að getur komið að gagni til dæmis við leit. Í hefðbundinni leit þá finnur leitavélin öll skjöl þar sem orðið sverðþokan kemur fyrir. Jafnvel í öllum orðmyndum ef hann er tengt við beygingalýsingu. En eins og við sáum áðan þá eru mörg önnur nöfn yfir þetta fyrirbæri. Þannig að ef við tökum þessi heiti með þá finnum við strax meira. Og svo getum við jafnvel notað samhengið sem við fundum líka til þess að meta hvað mikið vægi viðkomandi skjöl eiga að hafa í leitinni hjá mér. Er þetta skjal virkilega sverðþokuna eða kemur það bara fyrir tilviljun? Og oftast er ekki heldur nóg að leita bara á íslensku. Ég geti trúað að í flestum íslenskum fyrirtækjum væri unnið með gögn á íslensku og ensku. Og hérna er dæmi textas þar sem er hægt að tengja saman í rauninni ensk og íslensk heiti á þessum fagorðum sem ég vil nefna. Þessi textabútar sýna líka eitt svona eðlislægan mun á íslensku og ensku. Við sjáum samsettu orðin á íslensku, þeir eru skrifuð svona alveg í einni runu, meðan á ensku er alltaf yfirleitt bil á milli. Þannig að það sem er á íslensku Geimsjónaukavísindastofnunin er á ensku Space Telescope Science Institute. Og þetta er svona dæmi eina af mörgum áskorunum sem að íslensk máltækni klímir við. Og ef við bætum margmálagrunninum okkar inn í leit, við byrjum á að finna íslensku heitin, en við erum búin að bæta við, búin að læra af enskum textum og jafnvel pólskum, dönskum, þýskum, eftir hvaða tungumál við erum að vinna með. Nú næsta sem ég ætla aðeins að fara yfir, það er málrýni og ritstoð. Svona sem að köllu í daglegu tali kannski stafsninga, leiðréttingar, hugbúnað, en er samt aðeins meir en það. Aðstoða fólk, til dæmis starfsfólk í fyrirtækjum og stofnunum, að skrifa texta sem er náttúrulega rétt stafsettur, en fylgir líka hefðbundin málfræði og svona málnotkunar reglum. En það sem við getum líka gert, ef við þekkjum gögnin og er búið að greina það sem er verið að skrifa í fyrirtækinu, það er að sé einhver ákveðin ritstefna í fyrirtækinu og þannig getur hugbúnaðurinn aðstoða við að framfylgja henni. Því vandlega unnir textar þeir hafa miklu hlutverki að gegna, bæði ímynd fyrirtækis út á við, en ekki síst líka í innanhús samskiptum, þar sem að stafsetningavillu til dæmis geta truflað leit og annað og skipulag á skjölum. Og þegar ég tala ritstefnu, þá getur verið mjög mikilvægt að samræma oft orðanotkun, að einhver ákveðið tæki, einhver varahlutur, eitthvað lyf, það sé alltaf notað sama orð yfir þann hlut innan einhvers ákveðins sviðs. Og ef við förum aðeins yfir hvernig ritstoðarforrit myndi merkja þennan texta, þá er hérna fyrst einföld stafsningavilla, hún er einföld af því að orðið þrívíta líka með einu d er ekki til. Þannig að það er auðvelt fyrir forritið að grípa þessa villu og þetta er svona sá staður sem að íslensku leiðréttingaforritin eru á í dag. Því það verður erfiðara að finna og greina villur ef þær eiga við orð sem að eru út af fyrir sig góð og gild, en bara röng í því samhengi sem þau standa. Og að síðustu gæti við verið hérna stödd inn í fyrirtæki þar sem að væri einhver ákveðin ritstefna að nota alltaf orðið Óríonþokan í staðinn fyrir sverðþokuna.
En svona forrit nýtast langt best þegar notandinn í þeirri stöðu að geta ákveðið hvort hann samþykkir eða hafnar þessum leiðréttingum. Getur bæði verið þegar eru matsatriði eins og að bera einhvern augum eða berja einhvern augum, eða bara þegar forritið gerir villur sem að á alltaf eftir að gera. Þá verð ég sem fær málnotandi að vera fær að meta það hvort að ég tek við þessari leiðréttingu eða ekki. Nú, fram að þessu hef ég mest fjallað hvernig hugbúnaður getur lært samhengi innan texta og merkinga og margt af því sem ég sýnt orðið state of the art eins og fyrir ensku og stærri tungumál. En áskorunin í dag, líka í hinum stóra heimi fyrir enskuna, það málskilningurinn. Að hugbúnaðurinn, hann verður að komast lengra en að greina samhengi bara innan texta. Hann verður að skilja hvað notandinn að meina og hvað það sem hann í raun og veru vill. Ef hann hringir, af hverju hann að hringja? Ef einhver hringir í pizzufyrirtæki og segir pizzan var köld þegar hún kom, þá getur ekki gerviþjónninn bara svarað þakkaði fyrir upplýsingarnar, verði þeirra góðu. Það verður að greina tilganginn, það verður að greina að það kvörtun á bakvið og bregðast við samkvæmt því. En skilin á milli þess kannski sem að mætti kalla hefðbundna málvinnslu og málskilning ekki endilega skörp, en ég ætla að fara að lokum yfir tvö atriði sem að virka í mjög einfaldri mynd án þess að tilkomi endilega málskilningseining, en til þess að koma raunverulega gagni þá þarf að dýpka skilningin. Og fyrst það spurningasvörun sem hugbúnaður sem að leitast við að svara spurningu beint í staðis að koma bara með til dæmis leita niðurstöður þar sem upplýsingarna gæti verið að finna. Og ef ég spyr enska Google, what is a volcano, þá leitast hann við að svara spurningunni, koma með skilgreiningar. Og við sjáum líka neðst í leita niðurstöðunum að bara orðið volcano feitletrað, en engin smáorð sem að koma fyrir í fyrirspurninni samt. Á íslensku þetta aðeins öðruvísi, svara reynda með síðum úr Vísindavefnum, en að það einhver svona grunnskilningu kannski fyrir hendi, en engar skilgreiningar, og ef við lítum á feitletri orðin í skjalinu sem þarna efst, þá eru orðin eins og og hvað eru feitletruð, eins og Google sé að sýna mér að eitthvað vola merkilegt, hann hafi fundið þessi orð sem að koma fyrir í hverjum einasta íslenska texta. En hvernig gæti svona kerfi verið, lítið kerfi, lokal kerfi verið kannski byggt upp? Snúum okkur aftur að sverðþokunni. Hvað sverðþokan stór? Á það náttúrulega að vera einhver eining sem að skilur þetta, að spurningu að ræða. Og við getum verið búin að undirbúa kerfið fyrir það að svara svona spurningum, að vinna upplýsingarnir eins og við sáum áðan úr textanum, sem að málvinnslu einingarnar, málmyndunar einingar geta sótt til þess að gefa í rauninni svar á mannamáli við spurningunni. Já, ég vona þess að fylgjast líka vel með því að það prófu sverðþokunni hérna í lokin. En síðasta greiningin sem ég ætla að tala viðhorfsgreining, sentiment analysis. Fyrirtæki vilja og þau þurfa að fylgjast með umræðinni, bæði á samfélagsmiðlum og annar staðar. Verið að tala vel eða illa okkur, eða hvað með samkeppnisaðilana og hvað með markaðinn í heild sinni. En ekki bara einstök fyrirtæki, heldur fjármálaheimurinn nýtir viðhorfsgreiningu við fjárfestingaákvarðanir. Því að sjálfvirk greining getur komið með niðurstöður nánast leið og efni hefur verið birt á vefnum, og í bransa þar sem að sekúndur skipta máli þá þetta gríðarlegt þekkingaforskot að búa yfir þessum greiningum. En tökum núna bara einfalt dæmi. Ef ég veitingahúsaeigandi og að lesa veitingahúsið mitt, get ég fundið einhverjar hlutlaus ummæli, ég get fundið jákvæð ummæli, og ég get fundið neikvæð ummæli.
Og það sem mikilvægt hér, eins og í flestum greinum, kannski ennþá mikilvægara, það að viðhorfsgreiningar hugbúnaður sé aðlagaður að því sviði sem hann að vinna í. Við getum ekki þróað viðhorfsgreiningu fyrir íslensku og keyrt hana bara á öllu því sem við höfum áhuga á. Því það þarf að skoða ummæli. Hvers konar ummæli eru það sem eru til dæmis skrifuð veitingastaði? Ef einhvers spyr til dæmis á hvernig var maturinn, frábær matur, elska kjöt sem eins og skósólar. Þetta svona sérhæfð ummæli sem að kerfi verður að læra á. Og leið svolítið kaldhæðin og það náttúrulega mjög erfitt að eiga við það í vélrænni greiningu. Því að við sjálfir tökum eftir því að við lesum texta, það ekki, kaldhæðin kemur ekki alltaf, hann ekki alltaf alveg viss ef að maður stendur ekki augliti til auglitis. Þannig að þetta stór áskorun í viðhorfsgreiningu. En við höfum nú í morgun heyrt af allskyns gögnum og máltæknitólum. Heyrðum hérna í morgun líka af chatbotum. Það eitthvað til fyrir íslensku eins og við erum búin að fara yfir, en það gríðarlega mikið starf eftir. Og svo náttúrulega möguleikarnir endalausir sem við höfum ekki komist yfir að tala hérna í dag. Og við heyrðum hérna af máltækninni, af áætluninni máltækni fyrir íslensku 2018 til 2022, þar sem á að þróa innviði fyrir máltækni. Og á þessum tíma, í stað þess að fyrirtæki, stofnanir, allir þeir sem hafa áhuga, setjist niður og bíði eftir því að árið 2022 komi eitthvað flott upp úr pakkanum, að við setjum strax niður og að fyrirtæki skoði sína innviði. Það sé gríðarlega mikilvægt að byrja alveg á byrjuninni. Við heyrðum þetta hérna í morgun. Think big, start small. Og það allra mikilvægast náttúrulega að vita hvað ætlum við að gera við þetta, hvaða gögn, hvaða ferlar og hvaða greiningar eru það sem að myndu til dæmis batna í mínu fyrirtæki ef að tölvurnar skildu bara aðeins meiri íslensku. Skoð eftir flöskuhálsunum. Hvar flöskuhálsinn? Það að við þurfum að fara yfir svo mikið texta hérna í fyrirtækinu mínu eins og lögfræðistofum? Við alltaf að fá sömu fyrirspurningar í símaverum? Við að glíma við það vandamál að við finnum ekki upplýsingar þegar okkur vantar þær og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að mér langar að ljúka þessu með því að segja að það bara gríðarlega mikilvægt að við áttum okkur á því bara hvað það í raun og veru sem við ætlum að gera við þessa tækni og hverju hún á að skila okkur. Því að því betur sem að við gerum okkur grein fyrir því markvissari verður líka öll þróun, bæði í breiddina, í innviðaþróuninni og svo ekki síst í nýsköpun og í aðlögun að einstökum notendatilfellum. Þannig að ég segi bara að við skulum ekki sitja og bíða eftir sjálfvirka símaverinu og íslensku talandi vélmennunum, heldur byrja strax að móta framtíðina í smærri skrefum, þannig að það verði framtíð sem skilur og talar íslensku. Takk fyrir.